Jæja, Kári, byrjum á árinu í fyrra. Hvernig svona líturðu á það svona? Hvernig gerður þau upp? Þetta var ekkert stórkostlegt ár, en þetta var svona bara sæmilegt, ekkert lélegt heldur. En það var kannski, planið var að hlaupa gott maraþon og það tókst ekki, hljóp 2 maraþon og það var bæði vonbrigði. En ég svo sem læriði mikið á báðum hlaupum og þannig að það er vonandi eitthvað sem ég tek með mér bara í nýja árið og maður ná að púsla saman góðu maraþoni 2015. En segðu mér aðeins þarna frá hálfmaraþonni í Köpen. Þá settur Íslandsmet, en lendir í vandræðum í startinu. Já. Og hvað gerðist þar? Það var bara mikil barátta og troðningur hérna fremst. Margir fljótir hlauparar sem ætlaði að ná góður í stöðu og fara hratt af stað og það dettur ykkur beint fyrir fram á mig og ég detti í kjölfar og fyrir kollnís og fæ nokkra hlaupara hlaupandi yfir mig en er svo sem heppinn að ná að standa aftur upp. Það var svo sem ekkert gefins þegar strollan kemur og það voru 10.000 fyrir aftan mann. Þannig ég komst á lappir og svo var svona bara að bíða og sjá hvort maður hefði meitt sig þegar maður svona finnur það oft ekki strax í adrenalínunni og var svona aðeins skelkaður og smá tíma að svekkja mig á þessu og svona ná taktinum og ná áttum aftur en svo bara strax eftir svona 2-3 kílómetra þá var maður farin að gleyma þessu og finna það að þetta var engin meiðsli á ráði sem maður hefur orðið fyrir, bara einhverjar skrámur og svo bara fann maður taktinn fljótlega eftir það. En segir þetta þér ekki samt að þú áttir að hlaupa dálítið betur, þú áttir hana dálítið inni, þannig að það segir þér að formið þitt gaf kannski til kynna og þú verið með lágar 64. Já, þetta hefur hygglust náttúrulega tók einhverjar sekúndur fallið og svo líka svona að missa taktinn og svo bara fílaði mig ekkert svakalega vel í þessu hlaupi, það var ennþá einhver þreyta í mig sem ég var svona ekki alveg búinn að ná að losa Þannig að mér fannst þetta ekkert frábært hlaup hjá mér, þetta var svona baráttu hlaup og fullkomnar aðstæður og barðist vel og uppskar eftir því en ég hefði getað hitta og betur í dag fannst mér, það er svona verið meira innistæða hjá mér. Hvernig svo veturinn búinn að ganga hjá þér í æfingu? Hann búinn að ganga mjög vel framan af. Janúar var svona aðeins erfiður og það var svona komast í gegnum skammdegið og maður svona fann að það vantaði aðeins upp á svona orkuna og neistan og erfið færð og dimmt og svoleiðis en ég finn það núna að svona orkan að koma aftur og meiri hugur í mér og æfingar hafa gengið alveg svakalega vel svona síðustu 3 vikurnar og maður að fara að keyra inn í svona alvöru maraþon undirbúning núna og fyrstu maraþonæfingarnar lofa svakalega góðu þannig að ég er spenntur fyrir framhaldinu. Ertu farin að hlaupa þá mikið eða mest úti núna? Nei, ég er nú samt ennþá aðal á brettinu, já. Það er svona, og það sé mjög skemmtilegt að þá finnst mér ég ekki vera að ná sömu gæðunum því að hlaupa úti, þannig að ég svona neyðist þess að fara á brettinu ennþá. Já, í augnablikinu þá var svona aðeins að rófa til, snjórinn að fara. Farin að sjá ljósið, þannig að það hjálpa til, maður verður svona orkumeiri við það, sjá þetta er svona handan við hópnið. En næsta stóra hlaup hjá þér? Hvenær er það? Það er Hamborgarmaraþon 27. apríl minnum við, allan að síðasta sunnudaginn og svo síðasta sunnudagi í mars 29. minnum við, þá er Berlínar hálfmaraþon. Já. Þannig að það verður svona... Þú notar það svona, hvað er 4 vikum áður og það notar það svona til þess að tekka á... Já, bæði svona stöðutest og líkilæfing. Já, ég velti nú reynda fyrir mig sko, það er ennþá dálítið langt í það, hvort það verður ekki gott fyrir það að fara í eitthvað 10 kilometra hlaup núna í lok febrúar? Jú, það er eitthvað sem maður eftir að skoða. Maður náttúrulega nýtur þessi hlaup hérna heima, Powerade hlaupin og svona. Það væri gott að komast út og sérstaklega þegar maður er búinn að horfa á þetta Íslandsmet í 10 kilometra götuhlaupum lengi, 30-11 og ég hef aldrei farið út eða erlendis og hlaupið almennilegt 10 kilometra hlaup. Já, maðurinn sem á það, hann fer á 70-aldur núna í júní. Já, þannig að það er mest löngu komin tíma á það og ég er búinn að horfa alltaf lengi á það og búinn að segjast lengi alltaf ná þessu meti, en það er ekki ennþá komið. Það er akkurat sko. En akkur í Hamborg, akkur velur það frekar en Rotterdam eða London? Já, aðal ástæðan fyrir því að það er nokkuð góð breidd svona á mínu bili. Það er oft í þessum stóru hlaupum það sem eru kannski kringum 10 Afríkubúar sem eru að hlaupa 2:05, 6, 7 og svo kemur talsvert bil og svo koma heimamenn 2:20 pluss en svona síðust ár þá hafa verið mjög sterkir hlauparar svona 2:12 til 2:18 í Hamborg og það eru Danir sem ég þekki til dæmis sem eru tveir að stíla á 2:15 sem var að fara í Hamborg. Ég veit að það verði ykkur á þessu bíli og
Þjóðverja líka, þannig að þetta verður svolítið góður pakki af Evrópubúum sem ætlar að stíla þetta hlaup. Viltu lofa Íslandsmeti? Já, maður ekki gera það bara, það setja pressu á sig, það verður alltaf reynst mjög vel, þannig að það allan að markmið, engin spurning og það hlýtur að smella núna held ég. Já, það orðið núna hvað 4 ár. Já, þannig að fólk aðeins farið að bíða eftir framhaldinu. Já, ég svona bíða manna með sko, ég svona löngu komin tíma á þetta. Já. Og núna var orðið reyndari og sterkari og betri vill ég meina, þannig að það bara púsla saman í gott hlaup eins og segir. Nú styttist í Ríó, Ólympíuleikana, það ekki nema ár, 1,5 ár. Hvernig svona horfur á það? Þú ert alveg fókuseraður á það, er það ekki? Jú, það er svona stóra verkefnið. Eftir að koma í ljós hvernig verður með lágmark og inntöku á Ólympíuleikana. Ég heyrði það er eitthvað að breyta reglunum og það er ekki alveg komið í ljós ennþá, en það þýðir lítið að hugsa um það. Maður reynir bara að hlaupa eins rætt og maður getur og sér hvort það skilja maður inn. Þannig að þú ert bara bjartsýnn á allt saman? Já, bara mjög bjartsýnn. Já, flott. Takk.